Nú hefur þú unnið þessa söngvakeppni áður. Hvernig var að keppa? Það var bara einn besta upplifun sem þetta var geðveikt. Alla að vinna, Hvaða ráð getur þú gefið þeim keppendum sem eru að keppa í kvöld? Bara njóta þess, ekki hafa, bara njóta. Að fara upp á svið og ekki hafa endilega takmarki að, vinna, bara taka þátt, fara upp á svið. Ertu spennt fyrir keppninu? Heldur að AFM geti staðið sig vel í heildarkeppninni í ár? Já, ég reyndar hefur ekkert verið eitthvað að kynna mér keppendurnar, en jú, það eru margir talentar í skólanum, sko. Já. Nú er pabbi þinn viðburðarstjóri Verkmannsskólans á Akureyri og hann er búinn að puða þér út í allan dag. Hvernig er það búið að vera? Það er bara hræðilegt. Ég er bara mér líður svo öskubuska. Er hann líka svona við þig heima? Já, alltaf. Ég er bara í druslufötunum heima og er bara að vinna. Hann sagðist ömurlegur pabbi. Já. En þú lítur að þessar öskubusku, þú ert að reyna bara að bíða eftir dansleiknum og sagðist, já. Já, og prísinu mínum. Herði, það er áhugavert. Það er búið. Eru þið spennt fyrir söngvakeppninni? Mjög spenntar. Er eitthvað sérstaklega sem heldur með? Eyþór Arnar. Já, Eyþór. Bjarki. Af hverju heldur þú með einhverjum öðrum með þeir? Af því að ég er bara miklu betur en þau. Þið mættar á söngvakeppni, eru þið spenntar fyrir keppninni í ár? Mjög spenntar. Eitthvað sérstaklega sem heldur með? Þórdís Alda. Þú líka? Já. En nú tapaði hún í fyrra, af hverju heldur hún vinni í ár? Hún var nú í 3. sæti, sko, það er ekkert að tapa. Og vann. En sá sem lendir í öðru sæti, hann er eiginlega bara fyrsti taparinn. Ég held að þú sért ennþá meiri tapari því þú tókst ekki þátt. Já, það er fólk kann að svara fyrir sig hérna. Haldið þið fáið góð sæti hérna inni? Já. Já, vorum við ekki búin að velja þið fyrir? Þau voru allt í lagi. En haldið þið að dómnefndin sé ekki pínu svona hliðhóll Stefaníu því hún er formaður? Er hún eitthvað sem tengd nefndinni beint? Þau velda hana bara og þau fá hvort sem er borgað, hvort sem er... Já, er það ekki hún sem borgaði þeim? Jú, en samt... Er það þá ekki mútur? Ég held að þú sért bara mútur. Já, þið hefur eitthvað álit á því? Ég er nokkuð viss að sért að mútum. Nú komst þú í viðtal fyrir okkur fyrir stuttu og nú ætlar að biðjast afsökunar fyrir ummælið sem þú komst með því viðtali. Hvað var það sem var svona rangt við það viðtal? Pabbi minn er bara mjög góð pabbi. Og varstu bara að ljúga þessu upp á hann? Já, það er svolítið hefðin í fjölskyldunum minni. Hélst þú myndi fá eitthvað sérstætt út úr því að ljúga þessu upp á hann? Já, bara hlátur í honum. Finnst þér eitthvað skrítið að hann komið illa fram við þig að þú bara lýgur upp á hann og svona? Hann kemur ekkert illa fram við mig. Þú sagði það að síðasta viðtali. Já, í gríni. Í gríni, já. Það segir hún okkur. Við þurfum að gera þátt þetta og skoða hvernig það sé satt. Herðu, eigum við að treysta því yfir höfuð að þú sért núna í alveg að segja sannleikann? Það er bara ykkar val. Herðu, takk fyrir. Hvaða lag ætlar þú að syngja? Ég ætla að syngja Wonderland sem ég samdi sjálfur. Hefur þú samið mikið af lögum? Jú, frekar mikið. Já. Og það valdur þessa lag úr þeim lögum sem þú samið af hverju? Bara það sem ég var að vinna á í augnablikinu. Svona nýjasta neitt. Hvað er þetta lag? Það er svona, ég heita þetta, bara. Á hvað hljóðfæri samdir í lagið? Gítar. Og verður það gítar eina hljóðfæri sem verður á sviðinu eða eru fleiri hljóðfæri með? Bara gítar. Gítar. Hvað er upp á tónlistarmaðurinn? Það er erfitt. Ég er bara einhverju Bring Me the Horizon. Hefur þú keppt áður í söngvakeppni eða sungið áður á sviði? Ég sungið nokkru sinnum á sviði. Ég hef ekki takið þátt í keppni, en já. Hvaða lag ert þú fyrir að syngja? Herru, ég er að fara að syngja Nothing með Gretu Karinni. Af hverju valdur þetta lag? Af hverju ekki? Það var alveg svona, ég var upp í skráp með hugmyndir. Breyttirðu laginu eitthvað frá upprunalegu útgáfunni eða er þetta bara eins og það var? Þetta er alveg svipað það var, sko. Það eru náttúrulega engir tveir tónlistarmenn sem að gera hlutina eins, þannig að þú veist. Hvaða lag valdið þú? Ég valdi lagið Gagg og Vest eftir Eirík Hauksson. Af hverju valdur það lag? Mér finnst það mjög skemmtilegt lag bara og hef sungið áður og hef bara reynslu að syngja það. Breyttirðu þið eitthvað frá upprunalegu útgáfunni eða er það bara eins og hefur alltaf verið? Það er bara alltaf, eins og hefur alltaf verið. Verður einn á sviðinu eða verður eitthvað dansatrið eitthvað með þér? Ég er bara einn. Hvaða lag völduð þið? Herru, við völdum Ring of Fire með Johnny Cash. Af hverju völduð þið það lag? Bara flott lag og við vorum stuttan fyrirvara og bara já. Eru þið vanir að syngja saman eða er þetta fyrsta skipti? Herru, við vorum búin að leika okkur mikið á vistinni að syngja saman og spila og svona, bara leika okkur. Þarna, er lagið í upprunalega útgáfu eða útfærið eitthvað sérstaklega?
Það er nokkurn veginn í upprunalegri útgáfu. Syngið þið saman eða syngið þið svona til skiptis? Herri, ég syng með honum í viðlaginu og spila svo bara undir. Þarna, hver uppáhalds tónlistarmaður þinn? Herðu, ég veit hann vel ekki sko. Það er bara mjög víði blanda af því. Hefur þú svarað þessari spurningu? Herri, ég ætla bara að segja uppáhalds hljómsveitin mín sé til dæmis Guns N' Roses eða eitthvað svoleiðis. Hvaða lag valdur að syngja fyrir okkur? Lead Me to the Cross. Með hverju með það lag? Hillsong United. Af hverju valdur að syngja það lag? Mér finnst það bara rosalega fallegt lag og mér finnst rosalega fallegt textin í því. Útsettur eitthvað öðru sem fyrir keppnina? Nei, eiginlega ekki. Nei, aðstóði einhverju vel þetta lag eða valdur það bara sjálf? Ég var með rosa mikið valkvæða til að byrja með en ég fekk smá hjálp frá vinum mínum í að ákveða hvaða lag. Hvernig tónlistarstíl finnst þér skemmtilegastur? Poptónlist, svona eins og FM. Þarna, hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Rosa aðri spurning. Ég myndi segja Ed Sheeran. Já, hugsaðu þú þetta sem næsta Ed Sheeran? Já. Herru, takk fyrir. Hvaða lag valdur þú? Ég er að taka frumsamlega lag, það heitir Lífið þetta áfram. Hvað er þetta lag? Minningar, bara svona eitthvað sem ég hef gert og hvernig ég höndla það. Hvaða stíll á tónlist er þetta? Rapp. Þú hefur að syngja mikið áður? Já, rappa og syngja smá. Stressaður? Spenntur. Hefurðu samið mörg lög áður? Já, alveg nokkuð lög, já. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Tupac. Ok, takk fyrir. Halló Baldur, hvað heitirðu? Ég heiti Baldur. Og af hverju tekur þátt í keppninni? Herðu, mér var svo gaman að syngja. Geturðu sungið eitthvað fyrir okkur? Herðu, nei, ég var bara að djóka, ég teki þátt í keppninni. Ok, og hver er þessi félagiðinn? Þetta er kærastinn minn. Og hann heitir Bjarki, eða ekki? Nei, Stefán. Og heitir hann Jón, ok. Alltaf, en hvernig finnst þér kvöldið? Það er ekki kvöld. Nei. Víst kvöld. Jú, hvernig finnst þér kvöldið? Góðan daginn. Góða kvöldið. Og síðasta spurning til þín. Preferuðu frekar B-mjólk eða A-mjólk? C-mjólk. C-mjólk, af hverju? Bara nafnið í rauninni. Já, þú veist, það bragðast samt eins og brund. Já, en nafnið. Hefur ekki C-mjólk? Já, en ég sko, þú veist, C-mjólk, það er það sem hestar brunda í, sko. Já, en... Það er takk fyrir, Bjarki. Nei. Hvaða lag valdið þú? Ég valdi Listen með Beyoncé. Af hverju valdur það lag? Þetta er mér finnst ekki flott lag. Ertu með það í upprunalega útgáfunu eða útsettur eitthvað sérstaklega? Nei, bara með upprunalega útgáfuna. Hefurðu sungið mikið áður? Já, alveg svona, já. Takk þátt í einhverju söngvakeppnum? Nei. Ertu spennt? Mjög spennt. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Yohio. Ég hef ekki hugmynd hver það er. Getur sagt okkur hver það er? Það er sænskur söngvari. Ok, takk fyrir. Egil, hvaða lag valdið þú að syngja? Ég valdi ekkert lag. Því ég er ekki að taka þátt í keppninni. Af hverju ert þú ekki að taka þátt? Ég er með sviðskrekk og gullfiskurinn minn er veikur og ég get ekki, sko. En nú ert þú uppfullur á hæfileikum. Vilt þú bara ekki að vaffum að vinna söngkeppnina þetta árið? Jú, ég vil það svo sannarlega, en ég held að einhver annar gæti gert það fyrir okkur. Þér er ekki annt um skólaðinn? Jú, mér er mjög annt um skólan, mér finnst það frábær skóli. Af hverju keppir það þá ekki? Ég eins og ég segi, ég er með sviðskrekk og gullfiskurinn minn er veikur. Þetta er mjög erfiður tímar fyrir mig. Hvaða lag ætlar að velja næsta ári? Það er góð spurning, sko. Ég ákveð það held ég bara síðar, sko. Já, en hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Það er mjög góð spurning. Uppáhalds hljómsveitin mín er Metallica. En ertu að segja mér, þú myndir frekar taka þátt í söngkeppni Emma heldur en Vaffema? Nei, ég myndi ekki taka þátt í söngkeppni Emma frekar en Vaffema, sko. Ó, ok, takk fyrir. Hvaða lag valdið þú að syngja? Ég valdi að syngja Heaven is Higher eftir Friðrik Ómar. Af hverju valdir að syngja það lag? Ég valdi það því mér finnst það ógeðslega skemmtilegt. Finnst þér Friðrik Ómar vera góður söngvari? Já, hann er best söngvarinn á landinu. Þannig að útfærður lagið eitthvað sérstaklega fyrir keppnina eða er það bara eins og upprunalega útgáfunni? Nei, hann sendi mér sjálfur bara undirspilið, þannig að það er nákvæmlega eins. Já, þið eru bara góðir vinir. Já, nei, kannski ekki alveg, en svona. En nú ert þú í þessum bláa kjól, svo ætla ekki að vera á sviðinu. Af hverju valdir að mæti viðtal í þessu kjól? Ég valdi ekki að mæti þetta viðtal. Ég kom í bláum kjóla því ég sull alltaf á mig og kom með nýjan kjól, hann er appsöngulur. Já,
Hver er uppáhalds tónlistarmaður þinn? Bara svona overall. Vá, Beyoncé. Takk fyrir. Hvaða lag valdir þú að syngja? Herru, ég valdi lagið I'll Make a Man Out of You úr Mulan. Já, hefur hort mikið á það mynd? Já, vinnur. Þessi lítið krakki, sko, alltaf Mulan, all day, every day. Þú valdir þetta lag bara af því að þú elskar myndina? Nei, ég er bara því bara, þetta er skemmtilegt lag og ég get sungið það svona ish, þannig að ég ákvaði að taka. Og þetta er bara eins og það var í myndinni eða breyttir því eitthvað? Nei, þetta er eiginlega bara alveg eins og í myndinni, sko. Já, þú ætlar samt ekki að vera í einhverjum svona búningum eins og... Nei, því miður. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Tónlistarmaðurinn minn, ætlaði að segja ekki Elton John eða Elvis Presley. Bara takk fyrir. Nú var kærastan þín að ásaka pabba sinn að vera illur stjúpfaðir. Hvað finnst þér það? Hann er skelfilegur. Það er bara, já, ég veit ekki hvað, það er ekki hægt að orða það betur, sko. Kemur hann líka svona fram við þig? Já, hann læsir mig stundum inni og svona þangur til ég hjálpa honum, loksins. En nú var hún að segja að hún verið að bíða eftir prinsinu sín. Hvernig lætur þið það líða? Já, ég er ekki hann. Það er alveg á hreinu. Já, en hvernig lætur þið það líða? Já, ég er svolítið sári. Það er erfitt. Ég veit ekki, sko, ég fer stundum að gráta þegar hann læsir mig inni og... Já. Það er bara takk fyrir. Við vonum að þetta gangi vel fyrir þig. Það er ekkert fleira. Nei. Takk. Hvaða lag ætlar þú að syngja? Runaway með Ed Sheeran. Af hverju valdir það lag? Bara mér finnst Ed Sheeran góða söngvari og þetta er flott lag. Og útsettir það eitthvað öðruvísi fyrir keppnina? Nei, bara í minni tóntegund. Já, hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Justin Timberlake. Hefurðu sungið mikið áður? Já, bara svona ásatíðum og þrálblótum og svona. Aldrei tekið átt í söngvakeppni? Nei. Takk fyrir. Hvaða lag ætlar þú að syngja fyrir okkur? Ég ætla að syngja New York, New York. Af hverju valdir það lag? Af því Pétur sagði mér að gera það. Ræður Pétur mikið við þér? Nei. Nei. Útsettir það eitthvað öðruvísi fyrir keppnina? Heyrðu, nei, ég hafði það lítinn tíma að undirbúa mig að ég bara útsetti ekkert vola mikið öðruvísi heldur líka sem að Nelly gera það. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Þú ert mella, Baldur. Af hverju notar það svona orð um mig? Af því að ég bara frétti hluti um þig. Hluti, já. Við skulum ekkert fara nánar út í það. Þó ég veit ekki hvað það er. Nú ert þú búin að vera að síðan... Nei, takk fyrir. Andjóks, var þetta allt? Já. Komdu með spurningar. Þetta er búið að vera í slátt og hjá verður á stöðlum. Nei, komdu með eitthvað góða spurningar, skilur. Ég get sagt það, ég er ekki í harpa nærbuxunum mínu í kvöld. Herðu. Því miður, ég fann það ekki. En það var sér bara í því. Nú ert þú búin að síðasta hálftíman í meiki. Akkur þetta verður svo mikið framan í þér? Ég var 5 mínútur í meiki, Baldur minn. Ég var klukkutími í hárgreiðslu. Það er allt annað. En þú ert með varlit á törnunum. Akkur er það? Ég var litur fyrst út allt og nóg að gera, ok? Takk fyrir. Þú baðst um fleiri spurningar. Þú baðst um fleiri spurningar. Hvaða lag völdu það að syngja? Kannski best að ég spyrja þér þessa spurning. Hvaða lag völdu það að syngja? Það heitir Across the World. Af hverju veist þú ekki hvað lagið heitir? Ég veit hvað það heitir en þetta er hann er lag. Já. Af hverju valdur þetta lag? Bara, ég veit það ekki alveg. Bara var nýbúin að semja að langa að koma það fram. Já. Er þú bara að fara að spila hljóðfæri? Já. Ok. Útsettuðu lagið eitthvað öðru sem uppnáðum löggáðinni? Spila úr á gítar sko. Já. Þú veist ekkert um lagið? Ég veit hvernig það hljómar. Ok. Útsettuðu lagið eitthvað öðru sem uppnáðum löggáðinni? Já, það var fyrst uppalega á píanó, en núna er það á gítar. Hafið þið verið mikið saman áður? Nei. Nei? Ok. Hver er uppáhalds tónlistarmaður þinn? Beyoncé og Christina Aguilera. Getur þú kannski svarað fyrir hann líka? Ég er ekki viss að vita það. Ég veit það ekki. Takk fyrir. Við erum komin í græna herbyggið. Sem er ekki sérstaklega grænt. Það er þetta grænir stólar hérna, ef við viljum sjá það. Við erum með Stefaníu. Þú ert ennþá í bláa kjólum og nú eru 10 mínútur í keppninni tæplega. Hvað ætlar þú að gera? Ég er síðust á sviðandi alltaf leið. Þú er bara búin að reikna þetta út? Já. Er eitthvað stress? Já, pínu. Já. Hvernig er stemmingin í græna herbygginu? Hún er frábær. Já, og með mikið svona svart á höndunum, akkur er það?
Þetta passar við lagið mitt. En heldur þetta sjáist út í sal? Nei, ég heldur endur ekki. En það er bara svona fyrir þig? Ætli þetta sé það ekki bara fyrir mig. Já, ok. En hvernig er stemmingin bara yfir höfuð? Þið voru að spila á gítar áðan. Þið voru að spila og syngja saman á gítar áðan. Er stemmingin bara svona góð milli keppana? Það getur bara sungið saman og svona? Jú, við erum náttúrulega í hljómsveit sko að staðaldri þannig að við getum alltaf sungið saman. Þú ættir rauninni að svíkja hann með að vera með einhverjum öðrum núna? Já, og hann að svíkja mig. Hvernig líður þér með það? Illa. Ok, það er sérst komið vandamál í græna herberginu. Það er gott að vita. Ég meina spurningu fyrir þig í viðbót. Sérst, núna ert þú sérst formaður og þú náttúrulega vantilega hefur tekið þátt í skipulagningu fyrir þetta. Ert þú búinn að gera eitthvað við dómnefndina mót henni eða eitthvað? Guð minn almáttugur. Nei. En ef þú vinnur, getur þú ekki gert ráð fyrir því að þú hafir hagrætt úrslitum? Sko, ég fekk martröðum þetta. Án gríns. Já. Nei. Þannig við erum ekki einu sem hugsa um þetta. Herru, svona er stemmingin í græna herberginu, 10 mínútur fyrir keppni. Tjekkum mér aftur á eftir. Hvaða lag valdur þú að syngja? Ég er að syngja Hero of War með Rise Against. Akkur valdur það lag? Því það er geðveikt flott lag. Útsettur eitthvað öðruvísin upp með góðni? Það er aðeins meira svona hljómsveitar undir spil og svona meira trommur og eitthvað. Hver er núverandi pái? Æ, af hverju? Ég veit það ekki. En hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Erfið spurning. Já, nokkrar uppáhalds hljómsveitir. Darkness, Creedence Clearwater Revival, Def Leppard. Herru, þakka þér fyrir. Takk alveg fyrir. Hvaða lag ert þú að fara að syngja fyrir okkur? Voodoo Doll með 5 Seconds of Summer. Akkur valdur það lag? Ég ákvað að fara aðeins út fyrir mitt þægindasvið og taka eitthvað allt öðruvísi. Ég er mjög oft í rólegu lögunum. Og sérst, syngur mikið? Já. Og hefur tekið átt svona keppni á þér? Já, ég tók þátt í fyrra. Já. Útsettur lagið eitthvað öðruvísi en upprunaútgáfunni, er það eins og það hefur alltaf verið? Það eru sko til 2 útgáfur af þessu lagi. Ein sem er bara gítar og þetta hérna er bara sett með öll hljóðfærin. Þetta er þeirra útgáfa sko. Já. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Þetta er erfitt. Systir mín, eldri systir mín. Hvað svona tónlist syngur hún? Ég get ekki alveg lýst því, ég veit ekki hvað þessi típa tónlist heitir. Ok, bara takk fyrir. Já, takk fyrir mig. Það er ekki flókið. Hvaða lag ert þú að fara að syngja fyrir okkur? Við erum að fara að taka Making Plans eftir Above and Beyond. Þú segðast bara að fara að spila á hvaða hljóðfæri? Gítar. Getur þú ekki sungið? Ég reyni að geta það ekki. Ok. Af hverju valdir þetta lag? Hannes valdi þetta lag. Nú, af hverju valdir þetta lag? Bara, mér fannst það rosalega catchy og flott og ég svona bara ákvað og sagði við Sunnu mitt að við bara ætlum að gera það og hún bara samþykkti það. Útsettuðu þið eitthvað öðruvísi? Já, ég gjör breytti laginu eiginlega. Já, ok. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn þinn? Og það er svo margir, þetta er ekki hægt. Ég veit það ekki. Og þinn? John Mayer. Já. Þannig að hafið þið mikið verið saman að spila áður? Ekki mikið sko, við spilum fyrst saman fyrir ára síðan á Rjúum Fögnin að Egilstónleikum og síðan þá hefur við tekið þátt í Íslenska Talent og konukvöldi, Vaffema. Annars bara svona dunda okkur heima. Hvernig gekk Íslenska Talent? Það gekk vel sko. Við megum svo ekki segja mikið, en það gekk vel. Ok, það er gott að vita, bara takk fyrir. Takk. Hvaða lag valdur að syngja? Without You með Mariah Carey. Af hverju valdur það lag? Það er gott lag. Gaman að syngja. Útsettur þetta lag eitthvað öðruvísi en upprunalega útgáfunni? Nei. Hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn þinn? Beyoncé. Hvað borðar jólin? Hamborgarhrygg. Af hverju svona rauðið fram? Af hverju svona tómatur? Af því að mér er heitt. Herru, takk fyrir. Hvaða lag ætlað þú að syngja fyrir okkur? Torn. Með hverju með það? Natalium, Bruglia eða eitthvað svoleiðis. Já. Af hverju valdur það lag? Bara því mér langaði það. Þú segist hefur heyrt á það lag áður? Já, ég hef heyrt það áður. Þannig að útfærir eitthvað sérstaklega fyrir keppnina eða er það upprunalega útgáfunni? Ég gerði bara eitthvað. Já, þú gerði bara eitthvað. Það er mjög hugreistandi. Þannig að hver er uppáhalds tónlistarmaðurinn? Gerald Way. Þú ert ekki fyrst getur sem þú syngið í þessu söngvakeppni. Er þetta stressandi? Nei, en það er mjög stressandi þegar þið segir söngvakeppni en ekki söngkeppni. Já. Ég gæti þetta. Takk fyrir.
Til hamingju með þetta. Takk. Hvernig fannst þér ganga? Bara geðveikt vel. Var þetta eitthvað stressandi? Þetta er náttúrulega rosalega stressandi en þetta var geðveikt gaman. Já, gæti eitthvað betur eða verður en þú bjóst við? Nei, ég bara bjóst við mjög svipu. Þetta gekk þetta rosalega vel. Bjóst alveg við einhverjum mistökum en þetta var rosalega gaman. Hóruðu okkur sérstaklega stað í salnum eða eitthvað svoleiðis? Ég reyndi að horfa ekki framan í fólk, það bara stressið mig meira upp. Til hamingju. Hæ, nei takk. Hvernig fannst þér ganga? Bara svona, þú veist, mér hefði alveg getað gengið betur en mér fannst nú alveg, þú veist, með við í morgun þá gekk mjög vel. Varstu mjög stressuð? Nei. Var eitthvað sérstakt sem að þú varst stressuð fyrir áður fórst á svið? Já, ég klúðraði rennslinn í morgun og glemdi öllum textanum mínum, þannig að ég var mjög stressuð fyrir því. Já, það er kannski gott að gera það rétt fyrir keppni. Nei, það var líka ekkert sérstaklega gott að gera það í morgun og svo bara svona, nei, keppni í kvöld. Þú gafst alla þessar flutninga að búin að sjá, þú bara missa röddina. Já. Hvernig fannst þér ganga? Bara ágætlega svona þangað til ég missti röddina. Já, þangað til þá, já. Var eitthvað sérstakt þú var stressuð fyrir keppnina? Ég myndi ekki muna textan. Þú myndi textan eða ekki? Ég rögglega samt, en ég náði að redda þig. Ok, það er gott. Takk fyrir. Og njóttu restina af keppninni. Takk svo leiðis. Til hamingju. Takk. Hvernig fannst þér hún syngja? Hún syngur eins og engill, sko. Hvernig fannst þér að spila á gítarinn? Herði, hann er frábær. Eins og vanalega bara. Var eitthvað svo stressuð fyrir áður en keppnið? Nei, það var lítið. Þetta er orðin svo eitthvað vani. Já. Þetta er bara svona... Sér bara búið. Er þið ekki bara ánægð með að vera búin? Jú, mjög svo. Það var mjög gaman. Já. Njóttu bara restina af keppninu og til hamingju. Takk. Herðu, nú er félagið þinn að syngja sem að sveik þig. Hvernig líður þið með það? Hann tapar. Hann tapar og þú vinnur þá? Það er sjálfsögðu. Herðu, ok. En Stefán, nú ert þú ennþá í bláa kjólnum. Já. Af hverju ertu ennþá í bláa kjólnum? Ég skipti bara áður en ég fer á svið, sko, hann sullaði hjá mig. Já, hefur ennþá áhyggjur af því? Ég er eins og litlu börnin, ég hef ennþá áhyggjur af því. En nú er svo orðan að vera magnast að þú hefur mútað dómnefndinni. Hefur eitthvað svar? Orður á mér að magnast? Já, við hefum heyrt það á fleiri stöðum. Já, ok. Ég bara, nei, tek alveg fyrir það. Og það er alltaf ekki að viðurkenna það? Viðurkenna það? Nei. Ok, herðu, hvað er langt í ykkur? Hvað segir þið? Hvað er langt í að þið farað á svið? Við erum heldur 10. Já. Veist þú það? Þess að hann veit það ekki? Jú, ég veit það. Ég vissi það líka. Ok. Er þetta stressandi? Daldið. Hvernig fannst ykkur fyrsta atriðið vera? Bara mjög flott. Hvernig finnst ykkur Eyþór vera sem kynnir? Mér finnst hann fyndinn og skemmtilegur. Hefur þú áhyggjur af því að dómnefndin sé hliðhollt Stefaníu? Já. Þú heldur segast að Stefaníu sé bara búin að vinna keppnina fyrirfram? Já. Ok, þá höfum við það á hreinu. Takk fyrir. Þið komið nú vel að stressaðu sviði, var það svona stressandi? Þetta var pínu stressandi. Gekk þetta að óskum með það? Þetta gekk svona nokkuð vel bara, getur við sagt. Þess að segja mér að þau klúðraði einhverju línu að það? Já, það var ein lína sem klúðraði svona. Já, ertu bara svona stressaður yfir því? Nei, ég var stressaður mitt fyrir það þessum sem það gerðist. Já, þetta var sérstök lína sem var svona að hugsa fyrirfram. Nei, ég er bara skelfur ennþá eins og sér þannig. Já, ok. En þið eru bara bjartsýnir, ekki? Jú, við höldum í vonuna. Það er gott. Það er bara takk fyrir og njótið lestina af keppninni. Til hamingju. Takk. Hvernig fannst þér þetta ganga? Bara mjög vel sko, ég er mjög ánægð. Var eitthvað svo stressuð fyrir áður fórst á svið? Nei, ég var ekkert stressuð, ég var eiginlega bara mjög sjálfselsk og ánægð með sjálfa mig. Og gekk það ekki bara eftir? Jú, ég er ennþá mjög sátt sko. Það er bara að skipta máli, bara til hamingju með þetta og njóttu bara það litla sem reyndar að Sóra Stefáníu sem er síðasta keppandinn. Já, það er rétt, takk fyrir mig. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Hvernig fannst þér ganga? Þetta gekk bara betur en ég hélt. Var eitthvað sem var sérstaklega stressuð fyrir áður fórst á svið? Bara að ég myndi titra gett fótunum og... Og gekk það bara vel? Já, það var miklu öðru heldur en ég hélt. Já, þú bara getur hugsað þér að gera þetta bara aftur? Já. Bara til hamingju og njóttu restina af keppninni. Takk fyrir. Til hamingju með þetta. Takk. Hvernig fannst þér ganga? Bara mjög vel. Var eitthvað sérstaklega sem var stressuð fyrir áður fórst á svið? Smá bara þess voice crack. Og það gekk bara alveg mjög vel, fannst þér ekki? Jú. Ég sé að þú finnir stressuð ennþá. Þannig að njóttu bara restina af keppninni og til hamingju. Takk. Það fyrir ekki að milli mála að þú kemur ánægður á sviðinu. Ertu bara rosalega ánægður með hann flutningina? Já, ekkert smá. Ég er ógeðslega spenntur. Ég bara veit ekki hvað dómarinn ætlar að segja og ég fór að vona öllum líka þetta við þetta. Og sást það voru mikla tilfinningar í þessu lagi. Merkir þetta mikið fyrir þér? Já, þetta er... Hvernig að ég segja, það voru erfiðir tímar á þessum tímum. Og þú vinnur úr með þessu lagi þá, eða? Vonandi. Herðu,
Var eitthvað sem var stressaði fyrirfram eða eitthvað svoleiðis? Langt síðan ég tók þetta lag, þannig að ég var bara svona aðeins vandamál með texta minni. Og þú myndir hann eða ekki? Jú, þetta er reddast. Bara til hamingju og njóttu restina af keppninni. Takk alveg maður. Herðu, við komum inn í grænaherbergið í hlénu. Hvernig er stemmingin í grænaherbergið? Má ég heyra það? Við sjáum hérna nokkra keppendur sem eru búnir að keppa og nokkra sem eru eftir að keppa. Það verður til dæmis hingað, þá eru þið tvær búnir að keppa. Þú varst fyrst á svið. Hvernig líður þið núna að vera bara búin og horfa á þetta hérna að keppa? Mjög vel, það er mjög þægilegt að vera ekki í gefnilegu stresskasti núna. Er Dominos-pizzan góð? Ha? Er Dominos-pizzan góð? Já, mjög góð. Já. Herðu, ég var að skoða ykkur á fleiri. Þórdís, góðu. Það er svo langt í þig. Já. Ert þú ekkert að vera stressuð? Jú, ég er mjög stressuð. Já, þú ert með góða grímu síðan mér. Já. Er pizzan eitthvað að gera fyrir þig? Nei, ég vil ekki vera sett fyrir svið. Nú, það færði enga pizza semast. Ég var að bíða. Valdís, er röddin komin aftur? Nei. Ertu að borða það? Já. Herðu, vita aðeins. Ég tók bara eftir, þú ert ennþá í bláa kjólnum. Hæ? Þú ert ennþá í bláa kjólnum. Já, maður. Þú ætlar ekkert úr honum? Jú, fyrir nú eftir bara. Já, eftir. Mér finnst nú... Þetta er bara svið. Já. Þetta er bara að sulla eitthvað í hana? Herru, neða svona kusk bara á pizzunni. Já, ég skil. Herðu, það er svona stemmingin í grænaherberginu. Það hafa ekki með það? Takk fyrir það. Hvernig fannst þið ganga? Bara ágætlega. Eitthvað svona sérstakt þú var stressaði fyrir árum fyrsta svið? Glemma textanum. Og þú myndir eftir náttúrulega ekki? Jú, ég myndi eftir náttúrulega. Og líður ekki bara vel að hafa klárað þetta af? Algjörlega, smá svona eftirsjokk en algjörlega gott sko. Og þeir búin að taka þátt á næsta ári eða eitthvað svoleiðis í framtíðinni? Alveg til í það. Heldurðu að ég séns í sigurkeppnina? Ég veit það ekki. Alltaf haldið vonuna? Alltaf vona, já. Það er bara til hafingi með þetta og njóttu restina af keppninni. Takk fyrir. Mjög glöðmennar flutning, er þið virkilega ánægð með þessa frammistöðu? Já. Bara svona ánægð? Já. Ég skil. Til hamingju. Takk fyrir. Hvernig fannst ykkur þetta bara að vera fullkomið eða? Þetta gekk mjög vel. Eitthvað sem var stressuð fyrir? Já. Viltu nefna hvað stressuð? Var eitthvað sérstakt sem var stressuð fyrir áður fyrsta svið? Já. Nei, ha? Hún er sagt í algjörlega gleði vímu. Hún veit ekki hvað hún er að segja. Það er mjög hægt að taka viðtal við ykkur í þessu ástandi. Ég ætla bara að segja til hamingju og njóta restina af keppnina. Takk fyrir, sem er leiðir. Hvernig líður þér? Vel. Til hamingju með þetta. Takk. Hvað er uppáður atriðið þitt úr Múlan? Hérna atriðið það sem að gæinn með hárið fer að hinum gæinum hérna með, þú veist, í fötunum og þeir gera þarna hlutin sem menn gera. Það er frábært. Er eitthvað af mér ef ég aldrei sé þessa mynd? Hvað segirðu? Er eitthvað af mér ef ég aldrei sé þessa mynd? Að þér? Já. Ég veit ekki, hefur þið séð myndina? Nei. Nei? Nei, í alvöru? Ég hef ekki séð myndina. Sæl. Nei, það er ekkert að þér, þú er bara að missa millu. Hamingju með þetta. Takk. Hvernig fannst þið ganga? Bara alveg ljómandi þangað til að klúðra þessu, en svo gekk þetta ljómandi aftur. Hvar klúðraði þessu? Ég klúðraði þessu bara. Það var eitthvað sérstakt sem var stressuð fyrir áður fyrsta svið eða? Nei, ég er að drepast úr kaffín overdose, ég er búin að vera hoppandi bara síðasta hálftíman. Það er frábært. Herðu, bara til hamingju með þetta og njóttu restina af keppninni. Takk. Komdu. Jæja, Stefania. Þú ert búin að skipta um kjól. Já, ég hef búin að því. Hvað tók það langa tíma að skipta um kjól? Jón Stefán sagði að það tekið 3 mínútur. Og líður þér betri í þessum kjól? Já, 3 mínútur og 43 sekúndur. Já, menn líður betur í þessum kjól. Og þú ert ekkert að fara að sulla á hann? Nei, ég er ekki að gera neitt til þess að sulla. Ég er ekki að borða eða drekka neitt eða neitt. Þú var henni stressuð? Svona ótrúlega róleg, miðað við. Ok. Ágúst, þú virkar alveg rosalega róleg, það er svona langt síðan fyrst að segja, þú bara búið með allt spennu falli á allt. Það er allt búið sko. Þú bara var þreyttur eða? Já, menn eru bara þreyttir. Já, finnst þér þetta ekki góði keppendur sem er að keppa hérna á mótið þér? Jú, þetta er nokkuð gott. Já. Herðu, við skulum skoða ykkur á fleiri. Þórdís. Já. Þú ert bara ekki enda að fara á svið. Herru, nei, strákurinn undan mér var að fara núna. Þannig þú ert bara mjög stutt í þig. Mjög stutt í mig. Og þú ert ennþá með mikla grímu á höfðinu. Já. Það er snillt.
Herðu, Valdís, nú ertu í símanum. Ertu til í að tala við okkur núna? Já. Ertu búin að borða? Ég er búin að borða. Já. Og röddin bara alveg búin að ná sér? Já, veit það ekki. Hvernig finnst þér hinn lögin vera? Bara góð. En þér Lilja, hvernig finnst þér hinn lögin vera? Mér finnst það bara mjög fín. Ertu með einhvern í huga sem að mun vinna eða heldur þú vinni sjálf? Ég bara hef ekki skoðun. Ekki skoðun á því? Ok. Ef við komum hérna. Sæla stelpur. Já. Herðu, þú ert náttúrulega bara, það er bara langt síðan og keftir. Já. Ertu ekki bara þreytt eða? Nei, það er mjög gaman að fylgjast með hinnum. Já, heldur þú að þú sett best eða heldur einhver annar muni vinna þetta? Ég er ekki að trúa að ég sé að vinna þetta, sko. Hefur ekki trúað sjálfur þig? Jú, miklu trúa sjálfur mér, en það er bara svo mikið öðru fólki hérna. Það er hæfileikaríkt fólk í þessu skóla. En þú ert líka í símanum, segi ég. Já. Er þetta svona staðið sem er í símanum? Já, bara svona, maður hefur ekkert mikið að gera nema að vera í símanum og hlusta. Já, búin með spennufalli og allt það? Já, þetta er allt komið niður núna. Já, en þú varst nú frekar ánægð á hann, ertu ennþá svona ánægð? Já. Getur þú svarað einhverju spurningum núna? Já. Ertu komið með lengri svör heldur en já, eða er já ennþá eina svarið? Nei. Herðu, takk fyrir. Svona er stemmingin í græna herbygginu þegar lítið er eftir. Nei. Ok. Herðu. Get ég fengið bylgju eða eitthvað? Getur við byrjað hérna, Jón? Bara bylgju hérna yfir. Byrjað þú. 1, 2 og byrja. Svona er stemmingin í græna herbygginu. Og ekki flækja þig í þessu. Hamingju. Takk fyrir það. Hvernig líður þér? Geðveikt vel. Er röddinn ennþá til staðar? Já, alveg klárlega. Þú er bara tilbúin að jafnvel taka lagið aftur? Alveg klárlega, bara again and again. Ok. Var eitthvað sérstaklega að stressu fyrir áðan fórst á sviðið? Maður er alltaf stressur að koma fram, en svo bara þegar maður er komin bara svið og bara do your thing, þá er þetta bara mjög skemmtilegt. Hvernig finnst þér Eyþór vera sem kynnir? Bara mjög góða kynnir, mjög skemmtilegt. En hefur ekkert áhyggjur af því að dómnefndin sé á bandi Stefaníutöru? Nei, ég hef engar áhyggjur af því. Ok, takk fyrir og njóttu restina af keppninni. Takk fyrir það. Ég var að skjóta sinni eitt þetta. Takk fyrir það. Hvernig leið þér? Rosalega vel. Gekk þetta bara fullkomlega? Nei, en þokkalega. Var eitthvað sem var sérstaklega stressaði fyrir áður fórst á sviðið? Aldrei stress. Aldrei stress? Þú bara svo vanur eða? Vanur og bara skemmtilega sem ég geri. Já, það er góð. Bara til hamingju með þetta og njóttu restina af keppninni. Takk fyrir. Fylgju við. Hamingju. Takk. Hvernig líður þér? Bara fucking awesome. Hvernig fannst þér þetta ganga? Bara mjög vel. Já. Nú ert þú í stjórn og þú er vantilega að skipulaða þetta. Nei, ekki voru mikið. En tókstu eftir því að Stefaníutöra væri að múta dómnefndinni? Að múta dómnefndinni? Já, það hefur heyrst orðum það. Heyrðu, nei, ég held að við keppendur sem erum í keppninu höfum bara reynt að draga okkur eins mikið til hliðar svo við getum varðandi öll svona tengsl og við höfum ekkert verið að sinna okkar stjórnunarstöðum þegar kemur að keppninni. Er það bara nemendafélagi ekki í fóki? Nei, ég held að við séum alveg með það sterkt lið á bakhaugur að þau geta alveg séð meitt kvöld án okkar. Ok, en hvaða flokk kaustu þú síðastu sveitarstjórnarkosningum? Ég er undir aldri. Kaustu sagðist ekki? Nei. En hvaða flokk hefur þú kosið? Sjálfstæðisflokkinn. Já, og hvað finnst þér kjólinn sem að Stefaníu kom inn í? Mér finnst hann sexy. Hvað finnst þér hann eða bláu kjöll að vera betri? Byssinningur er mátt flottari. Miklu ábyrgandi að svega svona. En finnst þér bara ekki byrja vandræðilegt að þú myndir vinna hana í þessari keppni sem hún er yfir þér? Nei. Ættu þú ekki bara að reyna að taka hennar stöðu þú myndir enda ofar en hún? Ég held að formannsstaða nemendafélagsins tengist ekki sönghæfileikum. En, ok, það þannig. Bara til hamingju og njóttu restina af keppninni. Takk fyrir. Til hamingju með þessu verðlaun. Takk fyrir það. Hvernig líður þér? Vel. Er þetta svona verðlaun sem þú sóttist eftir þegar þú ákast að taka þátt? Ég sóttist það ekki eftir neinu verðlaunum sko, en þetta er rosa gaman. Já, þú varst mjög flottur. Hvað heldur að hafa skilað þessu? Ég veit ekki, kannski bara hvað ég er, þú veist,
flottur og myndalegur og svoleiðis, en þú veist, ábyggilega út af sviðsframkominni. En ég vil meina, þú veist, look at this face. Þú vilt bara meina að sé útlitið? Nei, nei, ekki alveg. Þú veist, sviðsframkominni, mér líður vel á svið og ég, þú veist, held að það sé svona alltaf sem að koma þessu út. Það er bara til hamingju og njóttu restar af kvöldinu. Heyri, Til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Hvernig líður þér? Mjög vel. Var þetta eitthvað svo bjóst við? Alls ekki. Bjóst ekki við þessu. Hvernig liðið þið með sigurlagið? Og mér finnst þetta frábært og mér finnst þetta mjög mikið skilið. Finnst þér við eigum séns í lokakeppninni? Hún, já, algjörlega. Ef hún flytur þetta eins og hann gerir þetta í dag, þá algjörlega. Já. Ætlarðu að nota gjafabréfin? Ég ætla svo sannarlega að nota gjafabréfin af því að mamma mín er búin að væla í mér að kaupa nýja skó. Þannig ég held að hafa bara verið fínt í það. Og hvað ætlarðu að gera við ostakörfuna? Gefa mömmu pappa held ég bara. Þú bara gerir allt fyrir mömmu þína? Ég ætla bara að gera allt fyrir mömmu mína. Geturðu sungið fyrir okkur Ég skal mála allan heiminn, elsku mamma? Nei. Ok, takk fyrir. Takk. Til hamingju. Takk fyrir. Hvernig líður þér? Mjög sáttur sko. Já, ég sáttur. Hvernig er að vera svona nálagt í að vinna, samt ekki að vinna? Sko, ég er sátt að við komumst ekki áfram af því ég komst áfram í fyrra sko og mér finnst alveg nóg að gera þetta einu sinni þannig að þetta var gaman. Er það ákveð hvernig ætlaði að skipta gjafabréfunum? Nei. Verður það ekki pínu vesen með það hvað sem þið eru búin að segja okkur nýlega um vinnusamband ykkar? Sko, ég er með mjólkurútur þannig að hann má eiga það, ostin og eitthvað. Hún má eiga... Langaði í ostin? Já, alveg eins sko, hún má eiga skóbúnað sko. Sko, sjáðu þetta er strax búið. Þetta er minnsta mál þótt við þolum ekki hvort annað. Þetta er rosalega skrítið hvað þið segist ekki þola hvort annað, svo virkar þetta svona rosalega vel. Þetta er bara djók, við elskum hvort annað. Yes. Og hvað fannst ykkur sigurlagið? Það var mjög flott. Þetta var virkilega flott hjá henni. Teljið að við eigum séns í lokakeppninni? Já, maður náttúrulega veit ekkert áður maður heyrir heilögin, skilur, en hún á allavega góða séns með að við rödd, sko. Já. Af hverju sunguðu ekki með Eyþóri áðan þegar maður syngja lagið með ykkur? Hæ? Hvaða lag? Hæ? Nú, þarna við tókum þátt lagið. Já, ég einhvern veginn var ekki sónuð inn á það augnablik, svo ég tók ekki þátt í því, ég fór að hlæja. Ég var bara hlæjandi. Til hamingju. Takk fyrir. Til hamingju. Takk! Hvernig líður þér? Ég er... Já. Já, það er mjög erfitt að koma orðum að þessum, eða ekki? Hvernig er tilfinningi fyrir lokakeppninni? Nei, ekki einu sinni pínlítið. Not going there, ég ætla bara að vera hér og að finna maður bara, þú veist, mér er alveg sama. Ég er ekki, ég er ekki að fara að gera þetta aftur. Nei. Ok. Oh my god. Þú virkar alveg frekar ánægð. Frekar? Já. Hvað mennur frekar? Já, það er svona svo að vera unnið eitthvað sett ánægð með það. Ég hef bruka dopamínmagnið og adrenalínmagnið líka hennum á mér er sennilega herra heldur blóðprósentan. Það er æðislegt. Nei, það er ekki heilbrigt. Það er ekki heilbrigt, segir hún. En þarna, ertu ekki þú spennt fyrir að taka þátt í lokakeppninni? Hvað sýnist þér? Mér sýnist það. Bara til hamingju með þetta. Nennir að spyrja mig hvort ég langi til þess að þakka einhverjum. Langaði að þakka einhverju fyrir? Já, mér langar að þakka með mömmunni fyrir að hlusta mig gaula inn í herbyggi í marga mánuði áður en tók þátt í keppninni. Þú vilt meina að hún sé búin að ganga í gegnum dálítið mikið? Já, minga konan. Þú getur kannski delt eitthvað á þessu veljónum með henni? Glimt því, ég á þessu töflu, sko. Hún með blómi. Já, mamma með blómi. Þú ert góðhjörtuð. Bara til hamingju og þakka þér fyrir. Takk. Tilbúin. Nú var söngvakeppninni að loka og Lilla var að taka sigurlagið sitt. Og nú ætlum að heyra nokkrum áhorfendum og skoða hvað þeim fannst. Getið þið stoppað aðeins? Jú. Hvað fannst þér sigurlagið? Já, mér fannst það bara ágætt, sko. Hvernig fannst þér keppnin í heild sinni? Mér fannst það fínt, sko. Já. Þarna var eitthvað lag sem þið fannst frekar hægt að vinna? Ég veit ekki, ég hef ekki mikla skoðun að því, sko. Nei, ok, við gáum þetta einhverju fleiri sem vilja tala við okkur. Hverju? Ég ætla ekki að fara fram, ég ætla ekki að tala við allir hvern sem er. Já. Stoppið þið.
Hvað fannst ykkur um söngvakeppnina? Ha? Hvað fannst ykkur um keppnina? Bara mjög fín. Já, mjög skemmtileg. Hvað fannst ykkur um sigurlagið? Já, mér finnst það mjög gott sko. Hún er með svona rosalega öðruvísi og mér finnst hún flott sko. Þetta er mjög sérstakt og mjög flott. Já, ok, takk fyrir. Það er málið. Það er aðeins á. Hanna. Veitu, ég er komið með. Hvernig fóruð þau? Jæja, Anton, nú ert þú tónlistar sérfræðingur. Já, það er mikið rétt. Hvað fannst þér um sigurlagið? Mér fannst það mjög gott. Þessir viðtalættir, það er fest og upptöku hérna. Já, þarna, þú ert náttúrulega algjör spekulant. Heldur að VFM eigi séns í lokakeppnina? Þetta er náttúrulega hörð keppni, sko. En mér fannst þetta virkilega gott, sko. Við erum með svona sérstakar rödd, bara vel flutt, sko. Ég veit samt ekki með stóru keppnina, en getur allt gerst, sko. Hvernig fannst þér Eyþór Ingi standa þessar kynnir? Hann stóð sér náttúrulega frábærlega, hann er náttúrulega frændi minn. Bratta völlum til sóma, hann stóð sér gríðarlega vel. Þakka þér fyrir. Takk sem við leiðir. Hörðu, þú ætlar að ræða okkur um söngvakeppnina. Hvað fannst þér um keppnina? Ég heildina sé, líst mér, þetta var mjög fínt, mjög gott, vel gert. Var eitthvað sérstakt lag uppáhaldið á þér? Já, klálega, já, 2 lög, sko. Bæði Eyþór og Ágústarnir, sko. Hörðu, þakka þér fyrir. Hvað fannst ykkur um söngvakeppnina? Eyþór átt að vinna. Já, Eyþór átt að vinna. Af hverju? Af því að hann var bestur. Hann var frábær. Og okkur fannst líka Ágústarnir átt að vinna. Þeir áttu líka komast í sæti. Fannst ykkur þetta bara margir átt að vinna? Já, okkur fannst margir átt að vinna. Var þetta ekki bara hörð keppni? Þetta var frábær keppni. Það er ekki aðalega verið að það er miklu meira hæfileikar í VFM heldur en Emma? Góður þessi baldur. Býttu bara þangað til söngvakeppninni Emma. Já, býttu. Komdu þá. Þá koma alvöru hæfileikar. Já, þið segið það. Það er gott að geti bakkað það upp einhvern tímann. Þegar hann segir og byrja. Er það tilbúið? Jebadó! Hello! Sjebu! Subadubu! Hörru.